Crepúsculum, verkið. Það var komið til mín hérna 2009 og hérna það var það Matthías Wagner K, þýskur sýningarstjóri sem kom til mín og spurði mig hvort ég myndi vilja vera með í eða vera með stóra sýningu í CERN-safninu í Frankfurt. Þannig að haustið 2011 því að þá var Ísland bókmenntaþjóðin það árið og ákveðið var að gera þá stóra sýningu með listamanni í leiðinni eins og ég ger alltaf þar. Og þetta byrjaði bara þannig að þeir komu og forstöðumaður safnsins, Max Hollein og Halldór Guðmundsson sem þá var að sjá bókamessuna. Þeir komu til mín og þá allt í einu fóru þeir eitthvað að segja já og myndir ekki síðan velja nokkur handrit, forn íslensk handrit til að hafa með í sýningunni. Og ég var alveg bara, hvað, þið eitthvað ruglaðir? Og fannst það náttúrulega bara eins og, örugglega einhverjum Egypta fannst, ef hann hefði verið spurður að vera bara með múmíurnar svona inn í sýningunni sinni. En síðan einhvern veginn fannst mér þetta vera mjög lógískt og ég var þegar búin að undirbúa mig undir verkið sem ég kallaði þá Kurkuma, eða það var vinnutitillinn, ég var búin að vinna í því, sem byrjaði á því að skrifa á svona prósa eða texta og var alltaf með mér ég var að vinna þetta út í Puerto Rico til að byrja með, teikningur eða svona skissur og prósan og var alltaf með völuspá við hliðina á mér. Þannig að þá einhvern veginn síðan á endanum þá fannst mér þetta bara að vera mjög snjöll hugmynd að involvera handritin í sýninguna og það gekk bara á endanum síðan vel. Þetta er náttúrulega mikil vinna og svona talsvert svona streð í raun og veru að involvera svona gamla hluti í sýningu en á endanum þá tókst það nú og þetta fjall ansi vel saman bara á sýningunni. En núna í Listasafni Íslands þá er bara minn hluti sýningarinnar í salnum. Því að það er auðvitað ekki þetta að vingsa handritunum bara til og frá og svona eftir henduleika Þannig að það ég er búin að sýna verkið án handritana á nokkru stöðum núna. Og það var á Biennale de Lyon og svo í Recklinghausen þar sem þessi sýning var einnig. Og það einhvern veginn virkar algjörlega án þeirra. En handritin eru líka þáttakendur í vídeóverkinu. Og þannig að það er gaman að hafa, þegar þau komu náttúrulega inn sperriröðu mann, þegar maður var að vinna í þessu og fóru svona meira inn í verkið. Og þarna verkið í raun og veru grunninn fjallar hina eilífu umbreytingu elementana og það er svona eiginlega eins og svona lykilsetningin var alltaf ekkert upphaf, engin endir, bara hin eilífa umbreyting. Og mér valdi síðan heitið Crepúsculum sem svona eins og þegar ljósið að þrýsta sér inn í myrkrið eða að þrýstast út úr myrkrinu. Þannig að mér fannst það passa mjög vel svona í þessu samhengi hlutana. Og þarna eru stór skúlptúr sem ég hef oft kallað ferðahof eða svona eins manns tilraunastofa og innan í því hanga svona tilraunaglös sem ég lét blása fyrir mig í Tékklandi og þetta samspil síðan sandurinn mjög mikið element þarna í verkinu og sandurinn flæðir þarna inn í ferðahofið því að þarna í raun og eitt elementið að taka yfir og umbreytast í annað og þá koma flöskurnar líka svo skemmtilega með því þetta er náttúrulega samspil elementa glerið og þetta er líka innri og ytri rými og ég gekk út frá því alveg í upphafið að var svo fegin að ég var að lesa einhverja típiska bók svona grunnhugmyndir zen-búddismans og þá sá ég já auðvitað þarna er fimmta elementið. Þú ert með vatnið, jörðina, eldinn og loftið og svo er náttúrulega rýmið. Og það er fimmta elementið samkvæmt þeim. Og þá hugsa ég, vá, eins gott ég veit þetta núna en ekki, eftir að ég er dauð eða ekki dauð. En allavega þá var þetta svona, virkaði þetta alveg rosalega vel á mig og þannig að ég fór og gerði myndbandið, svo kallaða, og alltaf nota ég þennan prósa sem ég skrifaði þarna sem voru svona eins konar svona niður hugans eða svona vangaveltur, kannski svona veðrið í þessu öllu saman, og svona þessi vindur.
og þú veist hvernig hugurinn virkar, það virkar stundum eins og svona einhvers konar niður eða einhvers konar vind element sko. Og þá nota ég þennan text alltaf, Krepúskulum textan sem handrit fyrir myndbandsverkið og líka fyrir teiknimyndina. Þannig að þú veist að síðan gerði ég hljóðverk sem svona eins og veðrið í sýningunni og það bara einhvern veginn vefur þetta einhvern veginn svona og tengir verkið saman. Þetta svona surround kerfi og maður finnur það að maður stendur sko í verkinu að án hljóðsins þá væri það í raun og veru allt annað. Þannig að það sko, ég legg mikla áherslu á þennan hljóðheim. Og þarna eru náttúrulega hljóð sem að ég tók upp ásamt Valdimar Jóhannsinni, bæði úti og meðan við vorum að filma og svo erum við bara með svona hljóðbanka sem við höfum líka verið að safna í gegnum árin. Og síðan sko, textin að vísu lesin upp á ensku, en ég held að allir skilji nú ensku nú orðið hér á landi þannig að það ætti ekki að koma sök. Og síðan það bara, þú veist, þessi upplifun að standa gagnvart, þú veist, þessum stóra skúlptúr sem svona í raun og veru að tærast af þessari sandöldu. Og ég held að sé líka þar að auki þegar við vörpum sko teiknimyndinni sem svona eins og upphafið eða svona eins og þessar frumverur sko alls einhvern veginn í sandinum. Þú veist, teiknimyndin var gerð þannig að hún var gerð til þess að varpa á sand. Þannig að hún tengist líka við sandið og tilraunaglösin, tímaglösin og hún lýsir þessum frumkrafti svolítið mikið þegar hún henni varpaði í sandölduna sem að ryðja sér í gegnum ferðahófið. Og það náttúrulega sko svolítið erfitt líka fyrir mig að tala, þú veist, í einu svona viðtali eða lýsa stemmingunni sko, hún náttúrulega það er ekki hægt að lýsa henni fyrir maður bara stendur þarna frammi fyrir þessu verki sko, eða innan í þessu verki. Og svo náttúrulega þegar allt í gangi í einu vídeóið sem svona svolítið narratíft sko, fjallar svolítið svona vagabond sem svona flakkara sem að fara með skreið og einhverja bækur að svona kannski að labba landið og selja eða skipta og gera gripakaup. Þannig að það svona bíldið saga þarna líka og þessi element öll þau einhvern veginn svona með hljóðheiminum og náttúrulegu efnunum og svona þessum strúktúr og þessum frumverum þarna í teiknimyndinni, þau skapa eitthvað sérstætt andrúmsloft sem að ég var bara ánægð með útkomuna. Mér fannst ekkert leiðilegt að sjálf að upplifa verkið. Það getur oft verið mjög sorglegt, þú veist, að vera komin á niðurstöðuna sko fyrir listamanninn. Það getur oft bara verið eins og bara hálfgerður dauði. En einhvern veginn ég búin að sýna þetta út allt og svona svolítið ólíkan máta. Að það einhvern veginn, mér finnst alltaf svolítið gaman að sjá það og upplifa það sjálf. Þegar ég svona, á þess að ég nú ekki beint að monta mig, ég bara svona ánægð með þessa niðurstöðu. Já, og það tengist náttúrulega, þetta verk tengist mjög bara fyrir verkum mínum. Þetta bara rökrétt, held ég, framhald af því. Það eina sem að kannski hefur verið, sko, þú veist, mér fannst skrítið fyrst þessi nálgun mín við efnin eins og málminn og álið og glerið og svona. Mér fannst alltaf eins og ál og gler væri bara alveg hrikalegust efni í heimi eitthvað. En svo bara það líka svo fallegt við álið að það sko náttúrulega kemur á jörðina með halastjörnu, með einhvers konar loftsteinum. Og þá erum við aftur að tala þessa, þú veist, þessa metamorfósu, þessi umbreytingsöfl. Þannig að mér fannst það alveg líka vera mjög skemmtilegt að prófa að nota það. En ég hef alltaf haft svona svolítið svona tilhneigingu til þess að takast á við eitthvað sem ég þoli ekki. Þú veist, eins og með þetta málmur og gler, eitthvað, að það það sama með, þú veist, dansinn til dæmis, eins og nútímadansinn, ég alveg bara, hvað ógulegra en það, þú veist, en ég hef bara notað hann alveg rosalega mikið í mínum verkum og hef unnið mjög náið með Ernu Ómarsdóttur dansara og gert fullt af einhverjum dansverkum og annað, en þú veist, fyrst var það bara, guð minn, almáttugur, svona, þú veist, og mörg svona líka efni sem ég var svona ömurleg, þú veist, svolítið svona eins og deig sem var alltaf eitthvað með sem krakki og bara svona, þú veist, það var líka eitthvað svona
djöfull deig ömurlegt eða eitthvað svona, en svo bara var það bara hluti á öllu því sem það eitthvað þannig hjá mér, þú veist að þau efni sem einhvern veginn eru svona eitthvað óheillandi, þau verða síðan, þú veist, þú verður einhvern veginn að takast á við þau og núna eru þessi efni sem eða þessi hlutar og svona orðnir svolítið svona eins og bara hluti af mínu lotukerfi, sko, eins og sagt svona listræna lotukerfi mínu og mér, það ekki mjög vænt þessa hluti alla þannig að, já, en þetta svona líka verður gaman að það gaman að sjá þetta svona kannski í samhengi líka við önnur verk á sýningunni, þú veist hvernig, það var eins og í Lyon, það var áherslan á þetta narratífa, hérna líka sagan, þú veist, listin að segja frá og svona, og þannig að þetta svona skemmtilega, svona passa vel saman held ég. Eitt sem ég að hugsa sko, svo í sumum öðrum verkum, eða svona hvað kallar það sig? Ferðahof, ég hef, já, svona tabernakul, þú veist, þetta svona, já. Þú veist, hérna, það erfitt að formálega spurningu, út af ég að hugsa svona, þú veist, með ferðahofið og þig sjálf, eða þannig, vinnu, hvernig, hvort þú kannski eiginlega bara segir frá því hvernig þú vinnur og hvort þú kannski getur tengt við það? Já, það nefnilega skemmtilegt. Ég gerði annað tabernakul eða svona ferðahof í Svíþjóð fyrir löngu síðan, eitthvað árið 2001 eða eitthvað 2002. Þetta eitthvað svona, þetta rýmið. Þarna kemur þetta rými inn, þú veist þess að ég voru að tala um áðan, þetta 5. frumefnið þarna. Að því þú veist að sjá eitthvað sem þú hugsanlega getur sett líkaminn inn í. Eitthvað svona sem svona enga veröld, sem svona kannski heili eða eitthvað. Þú veist, þú verður með svona heila. Eða eitthvað svona innra rými og þannig manneskjan ekki lengur inn í því. En þú uppfærir líkaminn inn í það. Þannig að þá upplifir þetta rýmiselement svo sterkt. Sérstaklega þegar það yfirgefið. Þetta svona eins og yfirgefin hús út sveitir, skilurðu. Þetta hefur eitthvað svona rosalega svona tilfinningarlega svona tengingu við þitt innra rými. Þú veist, við bara svona hjartansrými og svona heilan jafnvel og það eitthvað svona líkamstenging í því sem mjög andleg þess mér. Þetta svona þess að kalla þetta nú í gamla daga tabernakul af því að það svona svolítið tilvísun svona í hérna gyðingdóminn eða eitthvað slíkt, sko. Einmitt, hérna, mér svona eiginlega grunaði það, þú veist, að það sem þetta segja frá núna væri, þú veist, hluta þessu, kannski svona, líka af því þú hefur verið að, þú veist, vinna með symbolík, metafórur og einhvern veginn. Já. Þeim nótum. Já, það líka bara svo fallegt eins og ég að hugsa núna bara, tenginguna eins og við þetta, ferðahof þarna sem ég gerði forðum daga, þar sem ég gerði samning við djöfulinn og það var mjög dramatískt verk og hérna gerði svona konvenant við djöfulinn það að ég myndi geta orðið besti skúlptúrist í heimi eða eitthvað svona. Það var svona frekar barnalegt en þú veist, hérna svolítið svona hryllingslega barnalegt og þetta virkaði nú kannski ekki en þú veist svona, ég reyndi þó, þú veist að gera þetta og það var svona hljóðverk inn í þessu sko og þá, eins og tengingin eins og við erum að tala um núna, eins og við þetta ferðahof þarna, að það sko, eða ígulker eða hvað skal kalla það, allavega þá, eins og gyðingarnir í eyðimörkinni, þeir voru náttúrulega með sín ferðahof og þurftu að færa það að þau máttu aldrei reisa neinn mónument, sko. Þannig að þá tengist aftur sandurinn við þetta líka, þú veist, þetta með sandinn og trúna og einhvern veginn, það eru ofboðslega margar tengingar svona í verkinu, sko. Ég get ekki verið án þeirra, vegna þess að ég einhvern veginn hef inspirerast svo mikið af svona, hvað segir maður, svona andlegum kerfum og svona ólst nú mikið til upp í Guðspíkifélaginu þegar ég var krakki. Þannig að ég svona mjög fallega menguð af þessum öllum symbolisma, skilurðu. Og hann einhvern veginn, hann kemur alltaf fram í öllu sem ég geri, held ég. Og í þessu verki líka. Þó hann sé ekki svona augljós, sko, þá það hann saman. Hvað, og svo talandi dansinn og performance, hvað getur þú sagt okkur kannski, þú veist, bæði vídeóhlutan
og svo svona hið performatíva kannski. Já. Já, það svo fyndið sko í þessu, í Krepúskulum vídeóverkinu, þá eru þarna hjónin Valdimar og Erna og þau eru nú dansarar bæði og miklu listamenn. Við sem sagt, parallel eða svona meðframliggjandi við þetta vídeóverk, samhliða, segja maður, samhliða, þá tókum við einmitt upp svona hálfgert dansverk sem eiginlega svona afleggjari af þessu verki. Og þeirra performance í mínu vídeóverki meira svona neutral, en svo var hitt algjörlega bara svona fáránlega dramatísk sko. Þannig að þú veist, dramaði svolítið tekið út úr mínu og svo fer dramað yfir í þetta sem var verk sem við vorum með á í Mechelen í Belgíu á Biennale þar. Þannig að það sama ár þegar ég sýndi þetta verk í Frankfurt. Og það einhvern veginn gerði það verkum að mér fannst sko einmitt að skipta þessu svona, ég hef gert þetta áður líka, að vinna svona 2 verk í einu. Það gerði það verkum að þetta sko Krepúskulum verkið sem hérna, að það verður miklu meira neutral og þú nýtur þess miklu meira, það ekki svona ofurdramatískt sko, það tekur ekki yfir, þú veist, það bara svona svolítið eins og saga hlutana einhvern veginn sem þú stendur við hliðina og eru bara svona myndir og það mikið af abstraksjónum þannig sem ég bara fer eitthvað út úr land og tek bara kameruna og les eitthvað sand og les eitthvað flugvélarhræ í sandinum, þú veist, og ég bara svona að lesa kannski jafnvel heybagga sem voru skildir eftir eitthvað staðar og eitthvað trjágreinar og það mikið af svona abstraksjónum og minna kannski af svona leik eða performance. En við erum til dæmis búin að vinna svo rosalega mikið saman ég og Erna á Biennale náttúrulega í Feneyjum og við erum búin að gera ótal verk saman og þar á undan vorum við á listahátíð með 2 verk fyrir löngu síðan 2004 og við erum búin að fara út allt og gera saman performansa og í Graz safninu í Austurríki og í Svíþjóð í Bonnier safninu þar og út allt sko, þannig að þetta svona performancein einhvern veginn, svo náttúrulega erum við búin að búa til dansverk saman, Transakvania, það eru 2 verk, bæði eitt sem var í Bláa lóninu og síðan eitt sem var í Borgarleikhúsinu og annað sem það var þar á undan ófætt, þú veist, þannig að þú veist, sko þetta sko, ég myndi eiginlega segja við værum svolítið svona eins og bara svona eitthvað svona listræn fjölskylda sko, að við svona komum bara saman og hugsa svolítið upphátt og þá verður það bara til eitthvað svona einhver stemming og út úr því kemur eitthvað, þú veist, hvað sem ég fer með í ferðalagið eða ekki, þú veist, eða hvort að þau fari með mér eða það skiptir ekki máli, en það bara gerist eitthvað og það svona samtal á milli þessara listgreina alveg stórskemmtilegt, tónlist, dans og myndlist til dæmis hefur verið mjög mikið á mér, þú veist, ég hef verið miklu samstarfi við tónlistamenn líka og það virkar fyrir mig mjög vel, ég meira þar heldur en ég endilega samtali við aðra myndlistamenn sko, það hefur axlast þannig.